Verið velkomin í félagsmiðstöðina. Já, verð þú velkomin. Verð þú líka velkomin. Takk maður. Við erum komin með nýjan iPad, nýjan græjur, það nýr dagur, já, ný tækifæri. Topparnir hérna í podcast-heiminum, þeir eru búin að yfirmennin okkar, þeir eru búin að velun okkur með góðri hegðun og geggjuðum tölum og gá okkur iPad, jólabónus. Algjörlega. Þetta er bara heiður. Þetta er algjör heiður. Algjör heiður. Hvað ertu búin að bralla? Heyrðu, ég var á jólagjöstum Björgvins. Já. Það er svona það sem ég er búin að vera mest að gera síðustu dag. Hvernig var? Var ekki geðið? Það var bara mjög gaman. Það var geggjað að fá að spila. Náttúrulega skrítið að það sé ekki áhörður. En ég fann samt mjög lítið fyrir því þarna. Því að ég sá líka fólk bara að tala um að þetta hefði bara verið besta sound í sjónvarpi bara ever in the history of TV. Þetta var líka bara landslið sem var að vinna að þessu sko. Voru bara allir sem var í landsliðinu að syngja þarna? Já. Bara allir bestu svona, sem þið finnst vera bestir að voru að syngja þarna? Já. Ég er aðeins að tala um tæknimennina sko. Já. Það var það bara geðið tæknilið og ég tók lítið eftir að það væri ekki kráta því að þú veist, þegar maður á svona stóru sviði þá var svo mikið að ljós í meðalda á manni, þannig að maður sé stundum ekkert endilega krátið. Já. Og ég var með in-ear. Já. Og þegar ég var búinn að spila þá var svona klapptrakk eins og þú kannski kannski spilar smá klapptrakk. Já. Þannig þegar ég var búinn, þú veist, þá var allt vitlaust, skilur. Aha, trilltir í salin? Ég trillti í salin, þá var allir bara meira. Var kallað meira? Nei, það var ekki kallað meira. Það var samt vel leikið, sko. Já, ég held að það hefði verið samt bara klapptrakki frá því fyrra, sko. Já. Það meikar fullkomisins. Þetta var það var mjög gaman. En þetta var í Borgarleikhúsinu, við vorum í Hörpu í fyrra. Já. Þannig að það var smá svona öðruvísi. En á góðan eða slæma? Bæði og, sko. Þannig að baksviðsherbyggin upp í allavega það sem ég var, baksviðsherbyggin mitt og Lúa Petró, það var bara verra heldur en fangaklefa Litla-Hrauni, sko. Aha. Bara allavega þeir fangaklefa sem ég hef farið inn í á Litla-Hrauni. Og var þetta bara betti? Já, þetta var bara svona létt bara eins og eitthvað sprautubetti, sko. Ekki beint í jólaandinn, en svona... Þú þessin ástu svona brjála? Maður er vanur Hörpu, skilur. Já. Þá er þetta, þú hefur náttúrulega verið þar einu sinni. Já, ég var þarna í fyrra. En það sem var næs við þetta er að núna var bara ég og Logi Petró saman í herbyggi, en síðan voru bara allir kallkynsöngvarar sem voru ekki Björgun Halldórsson, voru saman í herbyggi. Já. Það var alveg stemming, en það var alveg þreytt líka, skilur. Þú varst bara í PlayStation eða? Ég tók með mér PlayStation og skjá. Já. Þú varst alveg mikið þarna og mikið æfingum og svona. Já, við byrjum að æfa alveg á miðvikudaginn. Wow. Já, ég meina miðvikudag, 5., 1. laugardagur og þú veist, alveg frá 5 til 10. Já, reyndar. Kvöld, eða? Já. Akkur kvöld? Einhver að vinna það? Já, bara þetta voru æfingatímanir sem ég fekk útlutað í maili. Já. En þetta var mjög gaman, hvað gerir þú? Ég síðust það bara chilla. Systir mín kom frá Danmörku. Búin að heimsækja hana 2 svar. Nice, bara check. Þarf ekki að heita hana aftur. Já, bara búin að því. Nei, bara eitthvað chilla, sko. Ekkert, ég náttúrulega, hann fekk merch, fór að selja það. Já, einmitt. Það gekk geðvitt vel. Seldur upp peysunar? Já. Já, geðvitt. Og þú gerir líka barnabóli og eitthvað? Já. Það var greinilega margir fyllt ráðaniðinu í eitthvað sniðið til síðast þetta og styrkja tónlistamenn með því að kaupa merch þeirra. Já. En ég var náttúrulega ekki bara að tala um mig þá. Nei, ég veit það, en ég meina skilur. Nei, já, algjörlega. Og það var bara geggjað. Og ég náttúrulega ástæðan fyrir ég tók barnabóli var út að ég fekk svo mörg skilaboð þegar ég spurði hvort ég ætti að gera merch og þá fekk svo mörg skilaboð hvort það eru barnabólir. Þannig ákvað að gera bara eitthvað 15 eða eitthvað barnabóli. Og þeir seldist upp. Já, næs. Ég er að pæla að gera barnapeysur. Og jafnvel. Vá, frumleg hugmynd. Og fleiri. Já, var það bruh moment. Það var bruh moment. Já, ég ætla að panta fleiri peysur eftir áramót. Eftir jól. Já, ég er búinn að panta mínar. Aha, úff, ég gerði það þá kannski eftir. Já, ég sendi á þau bara á föstudaginn og hún svaraði mér bara í dag út að... út af COVID, já. Já. Heyrðu, ég var að fara í Hubquiz og nutquiz. Já, maður. Hver byrjaði síðast? Held að ég hafi byrjað síðast. Ok, ég skal þá byrja núna. Við glemtum kannski líka að segja að þetta er jólaspecial. Já, þetta er jóla... Þetta er jólaþáttur og við, Sunneva
Já. Við tölum hún myndi koma í næsta þætti. Já, það bara, hún þarf eitthvað að uppdata sig. Já, hún í sem sagt að vera forritana. Þannig að hún kemur vondi bara vonbræða. Heyrðu, ok, þetta sem jóla. Já. Númer 1. Íslensku jólasveinarnir eru 13 talsins. Já. Eru snillingar. Já. Og fyrsti jólasveinninn sem kemur til byggða, það er hann Stekkjastur. Já. Seinasti sem kemur er Kertasníkir. En hver er þriðji jólasveinn til að koma til byggða? Þriðji? Já. Kertasníkir. Ég var að segja að hann var í síðastur. Já. Ég er strax búinn að stróka út 2 af listanum fyrir þig. Já. Hurðaskellir. Það er gott gíska, nei. Ég sagði ekki lokasvar, sko. Ok. Bjúgnakrækir. Er það lokasvar? Já. Nei, það er ekki rétt. Hver er það? Það er stúfur. Já. Hvað var uppáhalds jólasveinninn þinn þegar þú varst lítill? Ég var alveg upp á heimilið sem að í staðan fyrir jólasveina að þá voru 3 kerti mormóna. Já, og álfar. Koma álfar og gáðu mér, eitthvað gremmiti og eitthvað. Skóin. Nei, ég man það ekki. Ég man ekkert voða mikið eftir einhverjum sérstökum jólasveinum. Ég var bara skítræddur við það, ég veit það. Aha. Já. Ég náttúrulega bjó á Skagaströnd. Já. Og þeir keyrðu bæinn. Kom í heimsókn. Og ég var búinn að vera svo spenntur að hitta það, sko. Ég skeiti í mig, sko. Aha. Já, ég bara fór og faldi mig bak við einhvern hátalara inn í stofu, sko. Já. Og bara, en sagði svo öllum vinum mínum frá því. Að ég hafði bara hitta og verið vinur þeirra og eitthvað. Já, þetta er bara fínir gaurar, sko. Hver er highest grossing jólamynd ever? Hvaða jólamynd ever hefur þénað mest? Ok, þetta er mjög góð spurning. Svona stærstu jólamyndir sem ég held að svara komið óvart. Það málið? Já. Ok, svo jólamynd sem dettur fyrst í hug er Home Alone. Ég veit ekki hvort að Die Hard sé flokkuð sem jólamynd. Jú. Hún er flokkuð sem jólamynd. Það held ég. Já. Ok, highest grossing, en sko, kannski er þetta eitthvað aðeins í seinni tíð. Svarið kemur óvart. Er það... þetta er erfitt, maður. Já. Ég ætla að segja Home Alone. Lokasvar? Já. Það er rangt. Það geti mun komaður óvart, sko. Hvað er það? The Grinch sem kom út 2018. Hæ? Teiknumyndin. Í alvörunni? Ekki teiknumyndin, en tölvugerðarmyndin sem kom bara út Já. Hún er highest grossing. What? Ég var að horfa á hana bara í gær og ég slökkt á henni, sko. Já, ég fór á hann í bíó með Jópi og Króla á Akureyri og við fórum út þegar þeir voru báðir sofandi og ég var bara eini að horfa á einhverja barnamynd. Já, hún er númer 3 er samt original myndin? Já, hann með Jim Carrey. Já. Það er geggjumynd. Hvað er númer 2, veistu það? Ég manna ekki, alls ekki Home Alone. Já. Ok. Heyrðu, eins og fram hefur komið í þættinum hér áður, þá var ég að koma fram á jólagestum Björgvins í ár. Já. Það voru 10 jólagestir í ár. Nefndu 5 af þessum jólagestum. Svala, Herra Hnitsmjör, Logi Pedro, Bríett. Þú kom með 4. Má ég ekki giska neitt rangan eða? Þú verður bara að ná þessum 5. Já, ég veit það, en ég má giska kannski oftar. Nei, þú mátt giska, það verður bara loka svar, skilur. Ég spyrir bara loka svar. Það er Herra Hnitsmjör, Bríett, Logi Pedro, Svala. Já. Þetta er mikil pressaður núna, jólakall. Herra Hnitsmjör, Logi Pedro, Bríett, Svala. Já. Það eru einhver heima að vera vitlaus. Sigga Beintins, lokasvar. Er það lokasvar? Já, það er rangt. Af hverju ertu þá að segja þessi lokasvar? Þetta er ekki lokasvar, ég sagði það aldrei. Herra Hnitsmjör, Logi Pedro, Bríett, Svala. Viltu vísbendingu? Já. Ok, ég og einn annar jólagestur vorum tilkynntir saman. Og ég sér að það í stóri. Já! Sem leynigestir eitthvað.
Hver í fokkana var það? Helgi Björns, lokasvar. Ok, sko. Já. Laddi var kynntur með mér. En Helgi Björns var samt. Helgi Björns var samt, hann ætla að gefa þér rétt. Hann var ekki kynntur sem jólagestur, en hann var leinigestur. Já, hann tók ef í nenni, já. Þannig að ég ætla að gefa þér rétt fyrir þetta. Takk. Í myndinni, Home Alone, sem flestir hafa séð, jafnvel oftar en einu sinni. Já. Það er fjölskylda sem skilur son sinn eftir. Auðmíkja með Macaulay Culkin. Já. En hvert er fjölskylda Kevins að fljúga í Home Alone? Hún er að fljúga til Frakklands, lokasvar. Er það lokasvar? Já, það er lokasvar. Nei, París. Já, það er rétt. Ok, veistla, 1-1. Karim. Já, 1-1. Þá er það númer 3. Hvað heita mamma og pappi jólasveinanna? Grýla og leppalúði. Lokasvar? Já. Já, það er rétt. Yes. Var leppalúði sett ekki stjúpapir, eða? Hún á... Var ekki Grýli? Hún á 13 börn með 13 mönnum. Ég held að þessi svo svolítið létt. Okay. Það er 2-1, ekki? Jú. Hvaða lita búning var jólasveinninn í áður en Coca-Cola rýbrönduðan í rauðu? Þetta er góð spurning. Ég er ekki viss. Ég ætla að segja bláan. Lokasvar? Já. Það er rátt. Hvað er það? Grænn. Ok. Já, þetta. Eins og álfarnir. Já. Ok. Ja, það er samt magnað að Coca-Cola hafi bara tekið eitthvað svona lettstu dæmi og bara, nei, við ætlum að hafa hann í Coca-Cola. Ég held samt að það sé bara í Bandaríkjunum, sko. Ég held að okkar hafi verið í rauðu. Ég veit ekki. Nei, okkar voru náttúrulega bara í, þú veist, lópapeysum og eitthvað. Já, reyndar þegar þú segir það. Já. Ok. Staðan er ennþá 2-1. Já. Home Alone. Já. Er mynd sem allir þekkja og elska. En hvað var Macaulay Culkin gamall í fyrstu Home Alone? Þess að ekki karakterinn. Já. Heldur hann sjálfur. Ég ætla að giska á að hann hafi verið 7 ára. Er það lokasvar? Já. Það er ekki rétt. Hann er 6 ára. Það var 9 ára. 9 ára? Ég hugsaði það. En svo hugsaði ég, það var fyrst sem ég hugsaði, svo hugsaði ég að ég getur ekki verið hann að hafi verið 12 ára í hinum. Þetta hugsaði að hann var 6 og 9. Pervertiðinn. Já, það ég fættur 96. Nei, þú elskar 69. Það hugsaði þú að ég sé að hugsa 6-9 og það þú elskar 69. Þú elskar 69. Nei. Ég veit að þú fílar ekki 69 því þú byrjar ekki til börn þannig. Það er það sem úr sjúkur í. Já, það komið mér. Jólalög. Já. Mörg til. Mismunandi góð. Mismunandi góð, mörg. En hvað er mest selda jólalag allra tíma? Allra tíma. Það er All I Want for Christmas Is You með Mariah Carey. Það lokar svar. Já. Það er rátt. Ha? Það er White Christmas með Bing Crosby. What? Er það ekki hann að... I'm dreaming of a white Þetta lag hefur náttúrulega 50 ára forskot. Christmas. Já. Þú veist, örgulega... Jú, það er miklu eldra, sko. Það kom bara út in the 90s, þannig að All I Want for Christmas Is You. Gauður, vistu samt, All I Want for Christmas Is You er bara, þú veist, það er örgulega bara nummer 2. Það er bara eitt stærsta jólalag allra tíma. Veistu hvað er margir writers á því lagi? Það eru 2. Mariah Carey og pródúsurinnar. Aha. Já. Geðvikt. Það er rugglað. Það er geðvikt. Hann var með henni mikið 90s og early 2000s. Ég man ekki hvað hann heitir, en hann kórætaði allt með henni og þau var bara 2 á fucking þessu lagi. Það er fucking bilun. Ég held að ég var að skoða daginn, ég held að það var skilur 10 writers eða eitthvað eins og er yfirleitt á svona poplögum. Heyrðu, við höldum áfram í... Já. Hvað? Þetta? Já. Við höldum áfram með jólalög. Já. Hvaða 2 söngvarar sungu fyrst Þú komst með jólin til mín? Það er allt breytt vegna þín. Sko, ég er ógeðslega lélegur í ykkur svona íslensku. Já. En þú söngst þetta á hljómaði þetta svo Stebbi Hilmars og Sigga Beintins. Er það lokað svar? Já. Það er ekki rétt. Þetta er Björgvin Halldórsson og Ruth Reginalds. Ég veit ekki hver Ruth er. Hún er lætið í leiknum.
Ok, hvað er ennþá 2-1? Já. Ok, Home Alone. Já. Margir á síðana, sumir oft. Já. En hvað eru margar Home Alone myndir í fullri lengd? Ok. Í fullri lengd? Í fullri lengd. Sko, það er náttúrulega númer 1 þegar þau fara til Parísar, númer 2 þegar þau fara til New York og Donald Trump leikur sjálfan sig. Svo var, ég held að það voru 2 sem hann lék ekki í. Er það 4? Loka svar. Já. Nei. Hvað eru margar? Það eru 5. Það eru 5. Og ég komst að því að það hefur verið að gera 9. Disney Plus. Nei. Jú. Disney Plus er að gera 9 Home Alone mynd. Vá, maður. Með Macaulay Culkin. Með Macaulay Culkin? Nei, ég veist ekki. Ok, það er ennþá 2-1. Já. Og þú átt eftir að spyrja einn spurningu, eða ekki? Já. Ok. Það var að síðasta spurningi mín. Jólin eru hátíð gleði og friðar. Já. Það eru alls konar dagar í kringum jólin eins og jóladagur, aðfangadagur, þorláksmessa, annar í jólum og fleira. En svo er það 13. Hvaða mánaðardag er 13? 11. janúar. Er það lokasvar? Já. Það er ekki rétt. 12. Það er 7. 7. Og í hvað ég var nálægt? 13. dagur jóla. Já. Það er þá sem maður má ekki lengur sprengja sprengjur. Já. Eða rækjendur. Ok, ég sko get jafnað þetta. Já. Vonandi. Bíómyndin Elf. Já, með Will Ferrell, ég aðlutur ekki. Já, rétt. Það er ekki það sem ég er að leita. Ok. Hún var fyrsta mynd sem að Will Ferrell lék sem aðalhlutverk, að ég held. Já. En hver var upprunlega hugsaður sem Buddy, the Elf, í myndinni Elf? Góð spurning. Ég giska á að það hafi verið Jim Carrey. Er það lokasvar? Ég myndi halda það, já. Ertu að grínast? Er það rétt? Það er rétt. Yes! Hvað er akkur nærðið þessu? Ég bara hugsaði þú... Ég var að pæla breytin aðan þegar við vorum að tala um Jim Carrey aðan, sko. Aha. Grinch, já, þetta er svona, þetta er svo típist. Nei, hún sko... Hún kom út á þeim tíma... Ég minnir að ég hef lesið að hann hafi ekki getað leikið í henni út af einhverju öðru verkefni. Það hefur örugglega verið Grinch. Kom það ekki út á svipum tíma? Jú. Líka bara, hann var the hottest comedian at the time. Já. Early 2000s. Já, veist það. And the winner is... Við báðir. Við þyrftum eiginlega að vera með eina bráðabirða. Við gerum það næst. Höfum eina til að útkljá. Já, til að útkljá. Já. Þá þurfum að fá einhvern annan til að skrifa hana. Já, það er bara svo það er. Heyrðu, viltu taka eitthvað sniðut núna? Já, ég til, já. Ok. Já, þá er eitthvað... Er þetta eitthvað sniðut? Það er ekki. Þess vegna var ég svona... Þetta er svo einhvern Seinfeld, þetta. Ok. Vilt þú ekki byrja á þínu? Ég skal byrja. Sko, mitt eitthvað sniðut. Þetta er svona eitthvað sniðut jólin. Já. Christmas edition. Mitt er svona, sko, ég fíla jólamaturinn. Það er svona oftar en ekki hjá mér er það nautalund. Já. Og mitt eitthvað sniðut er svona að kaupa nóg af góðu brauði, svona alveg hvítt samlokubrauð, remólaði og steiktan lauk, elda meira heldur en þarf af nautalundinni og vera svo að borða roastbeef samlokur í 2 daga eftir jólin. Roastbeef? Roastbeef samlokur. Já, geggja. Já, það er mitt eitthvað sniðut. Já, ég gerði í rauninni bara svona checklista sem eitthvað sniðut, eitthvað svona, og ég tók checklista sem flestir eru með, en ég breytt honum aðeins. Ok. Þú veist, þannig að venjulega var ég kannski númer 1 hjá fólki að, þú veist, buy presents. Já. En hjá mér er það be present. Ok. Númer 2 væri kannski wrap gifts. En hjá mér er það wrap someone with a hug. Ok, þú ert bara búið þetta til sjálfur, eða? Já. Ok. Númer 3 eru kannski
send gifts. Ok, senda gjafir sem sagt. Já. Já. En ég með sendu ást. Send love. Já, ok. Er einhver ástæð fyrir að þú hugsaður á ensku? Það er bara út af því að ég er international. Ok. Og heili minn er það líka. International huginn. Já, your mind knows no borders. Er þetta svona þannig dæmi? Ok. Og það er 2 viðbót. Já. Númer 5, þú veist, margir búið til smákökur, þú veist, þannig að hjá venlega fólki var það kannski make cookies. Já. En mér er það make peace. Númer 6, og þú veist, og eitthvað svona, þú veist, margir eitthvað svona, og sjá það bjarta, þú veist, see the light. En hjá mér er það be the light within you. Be the light within you. Be the light within you. And show it. Er svona, þetta var svona allan að mín svona 2 centa af hvað mér finnst niður. Má ég sjá símaðin, er þetta nokkuð eitthvað á netinu? Nei, bara er í notes bara. Já, ok. Ég er ekki sem bara skrifa þetta ekki sem það, sko. Þetta er bara... Já, varst að horfa svolítið mikið á símaðin? Já, nei, I wander off sometimes. Varstu þegar þú varst í FB? Þegar þú varst í FB? Já. Varstu þá á borðinu þar sem ég talaði ensku, eða? Af því að heilið... Þú veist, það var, þú veist, töffborðið. Já, Ég var ekkert, já. Hugsa bara fyrir íslenska markað. Já, ég gæti ekkert verið þar sem þau voru í Magic og þú veist, ég var ekki nóg töff, sko. Nei. En þú veist, þannig ég var bara að reyna að tala ensku á einhverju öðru borði og passa ekkert inn þar og ensku krakkarnir leiðu mér ekki að vera með og... Já. Það býtur bara til að þú ferðarna, sko. Er þetta brutal, eða? Já. Er þetta the school of broken dreams? Þetta er smá svona, ég samt man þegar ég var í skólanum, þá satt ég á the cool kids table, svo fór ég að læra smíði, þannig ég var alltaf í öðru húsi. Svo kláraði ég það og alltaf klára stúdentinn, svo kom ég tilbaka og það voru allir horfnir og það var bara eitthvað liðið út allt og mér leiði svona eins og 21 Jump Street, bara svona, bara mér leiði þess að ég var gamall og ég var bara, they have convinced you they are cool. Bara ég mátti ekki vera þetta, ég var bara, hvað sitja það á þessu borði? Þetta er okkar borð? Þetta er okkar borð og allir hinir útskrifaðir, ég að það einn eftir. Já, ok, ég ætla að fara að hugsa, sko, var þetta kannski það cool table að þeir bara svo kláruðu ekki skólan? Nei, að flestir hættu kannski bara. Já. Og svo ég kom tilbaka og ég bara þekkti ekki mannesku, ég var bara lagður í einhelti í frímínútum líka við, sko, bara ég fór úr því að þekki alla þarna í bara labba með frá veggnum, bara með töskuna bara, og hún var ekki einu svona neðarlega á mig lengur, sko. Nei, hún var bara komin upp, bara með smellu, sko. Shit. Já, bara svo engi myndi taka hana, sko. Þetta var, þú myndi kynnast þessu, sko. Já, ég er mjög peppar að byrja Þú ert að vera með bara 0,4 módulum mennskóla. Já, það er svakalegt, sko. Ég er að fara að vera með, sko, já, ég menna litli frendi minn, Pétur. Píra. Hann er að detta inn í MK, sko. Djöfull væri ég samt til í að ef hann væri í FB, ég og hann bara strákaðir. Aðalspaðarnir, langnettastir. Sitt ég út í hodni og tala ensku saman. Með Pokémon húr. Í Fortnite-bólum. Já, í Fortnite-bólum. I'm with stupid bólur. Já. Það er svona hella að setja að fara í menntaskóla. Mér finnst það eitthvað svo skrítið, sko. Það er mjög steikt, sko. Já, maður. Já, fyrir það sem ekki vita, ég er að fara í smiðin. Sjá hversu lengi ég tolli þar. Já, ég fengi nokkra spurningar hérna hvort að ég haldi að þú munir endast, sko. Já. Ég hef ekki vita hvað ég á að svara. Only time will tell. Only time will tell, sko. Út að þú hefur alveg tekið einhverjum svona ákvörðun og hætt, en þú hefur líka tekið svona ákvörðun og ekki hætt. Já. Bæði. Já, ég held... Já, það er bara komið ljós þegar þú fattar hvernig námið er, sko. Já, einmitt. Þú veist, þetta er ekkert rosalega mikið bóklegt. Eða? Þú þarft að læra bóklega smíði líka, sko. Já. Er það alveg stemming? Ég held að heyrist. Já, mér finnst það stemming, sko. Já. En mér fannst það. Þú ert að skrifa ritgerð og eitthvað einhverja byggingu og eitthvað. Ok. En þetta er ekkert eitthvað 300 blaðsina ritgerð, sko. Þetta við ég bara að skrifa hana með svona brennipenna á við. Já, og pússetta og lakka og svona. Af hverju var samt verið að kenna það í smíði í grunnskóla? Ég hef ekki séð brennipenna síðan ég útskrifast úr grunnskóla, sko. Nei, reyndar, ég veit það ekki. Þetta er alltaf orðið 3D núna. Til hvers er þetta notað? Brennipenni? Bara til að skrifa eitthvað svona tré sem fyrir á sumarbústaði. Það ekki það? Jú, ég meina... Eitthvað svona hér búa am og afi. Já.
Já, hvað var maður að gera í smíði í grunnskóla? Bara brennipenna og... Það var bara að vera að saga eitthvað kjaftaði Já. og brennimerkja. Drasl. Þú brennimerktir einhverja gaura, eða ekki? Jú, bara þeir sem voru með eitthvað vesen. Já, gaur hefur látað brennimerkja Kappa Beta Epsilon á okkur. Við þurfum að fá okkur Kappa Beta Epsilon tattoo. Já, maður. Þegar við erum búið að gera logoið. Gaur, náttúrulega alvöru fraternities eru brennimerkti, sko. Í alvörunni? Já. Það samt brútal. Bara einhver dómarar í Bandaríkjunum bara með eitthvað Kappa Beta. Þetta svo mikið stoltan í Bandaríkjunum, sko. Eitthvað svona forever, eitthvað. Einmitt. Ég var að lesa þegar ég var að googla einhver svona fraternities daginn. Þá var ég að lesa greinar að þú veist, það er alveg góður partur sem bara deyr á hverju einasta ári út af svona busunum í fraternities. Nei. Jú, alveg, Deyja? Já, deyr. Það er margir, ekki margir, en það er alveg, alveg upp að 10 manns á ári sem að deyja og var oft, sko, áfengiseiturinn. Ég myndi deyja fyrir félagsmiðstöðun, sko. Fyrir Kappa Beta Epsilon. Já. Er það? Það er í alvörinni. Þú getur bara að googla. googla. Þeir megi ekki drekka. Þau eru ekki orðin 21. Nei, það er alveg bara, þetta er alveg vesen, sko, í Bandaríkjunum. Það er mikið vesen í Bandaríkjunum. Já. Joe Biden, er hann búinn að missa það ennþá? Hann er ekki búinn að taka við. Nei, en er hann samt búinn að missa það? Hann er löngu búinn að missa það. Aha. Hvenær tekur hann við? Er ekki bara eftir... Janúar. Er það ekki? Ég held að það sé janúar. Jú, ég held að það hafi verið 3 mánuðum frá hann var kosinn. Já. Það passar. Já. Þú náttúrulega ert Trump-maður. Ég fengi... Nei, alls ekki. En ég fengi nokkuð komment af fólk sem trúir þessu sem að þú varst að segja hann sé bara alveg farinn og hann að Kamala Harris takki við. Já, einmitt. Þú ert greinilega með mjög greindu fólki. Já, þau eru öll greind með eitthvað, sko. Við erum okkur einhver FB. Þeir eru alveg vel greind að því, sko. En heyrðu, það er ný frétt af súisma. Já, okkar menn. Já. Þyrluflugmennirnir. Þeir kom frétt að þeir hafa verið að nýta sér lög í kringum trúfélög og trúabröð og hafi svikið 85 milljónum út úr súisma. Já. Last þess að greina? Ég gluggaði á hana. Ok. Og hvað var það sem þeir, þú veist, hvernig svikuð þetta úr? Af hverju er hérna... Gegnum einhver dóttufélög og eitthvað. Þú náttúrulega sagði að það væri skatt fyrir alls trúabröð. Já. Mér finnst það svo fucking brútals. Já. 85 milljónir. Já. Það er ekkert eðlilega mikill peningur, sko. Já. En 85 milljónir, þú veist, segjum að það sé 45%. Þannig að... Nei, ég er að hugsa, sko, þú veist, ef þetta væri greitt út sem bara laun. Já. Þú veist, þá væri... Þú myndir borga 85 milljónir í skatt af einhverjum 195 milljónum eða eitthvað. Ég er bara að hugsa hérna, þú veist, þetta er ekkert það mikil peningur maður pælir í. Á svona fyrirtækjum. Veistu hvað ég meina? Nei, hvað er þetta ekkert eðlilega mikil peningur? Nei, þú ert rétt tæpar 200 milljónir inn á fyrirtæki og ætlar að taka það út, þá borgar þau 85 milljónir í skatt. Já. Og, þú veist, þetta er ekkert eitthvað strullaði peningur í svona fyrirtækjarekstri. Þetta er ekkert fyrirtækjarekstur, þetta er trúabragð. Já, það er samt með kennitölu og EHF og... Já. Getið þú tekið út 200 milljónir á þínu fyrirtæki? Nei, ég er líka verið með mjög lítinn rekstur í og þú. Já. En svona miðlungsrekstur. Já, en þetta er samt bara 85 milljónir fyrir ekki neitt. Já, algjörlega. Þú veist, þeir eru ekki að selja neitt eða neitt og náttúrulega að þú veist, eins og fyrirtæki ef þú veltur 200 milljónum þá ertu oftast með einhverja vöru á móti, skilur. Það sem kannski helmingurinn á þessu fer í starfsmenn og þú veist, varning og eða skilur bara, en þarna er bara 85 milljónir. Já. Engin kostnaður að ég held. Já. Og örugglega launakostnaðar og þá líka. Þeir eru örugglega borga sér há laun, sko. Já. Þú náttúrulega sagðir að prestar væri bara skítandi peningum bara með 2 milljónir mánuði á Porsum. Já. Hvað heldur að menn sem sjá trúarbröðin séu með? Heldur að páin séu með á mánuði? Nákvæmlega, maður. Það er svo gott hérna. Ég sá einu sinni mím. Já. Það sem var hérna mynd af páanum í
The Pope-mobile, hefur séð The Pope-mobile þetta sem sagt hérna þegar í einhverjum svona skrúgöngum með okkur að kjafta skilur, þá hann í svona hérna, þetta er semibara svona eins og golfbíll sem hann situr inn í og það er bara svona gler í kringum hann sem bara alveg, þú veist, hnausþykkt skotelt gler og það stóð þetta nothing says faith in God like bulletproof glass Já Shit Já. Hvernig, nú ég að spyrja þig eins og þú setið ykkur sérfræðingur ég veit ekkert þetta Er páfinn fæddur í þetta? Er hann kosinn? Ég held hann sé kosinn Nei, þetta er ekki eins og konungsfjölskyldan hann er ekki fæddur inn í þetta, nei en ég man ekki Það er bara kosningabaráttur bara ég mun gera þetta sem páfi ég held að þú sért sko skipaður í þetta af bara einhverju svona nefnd páfanefndinni Já, þeir kalla sig páfagaukar Já, veist það eitthvað svo ég veit það ekki, ég þekki ekki nógu vel en ég held að hann sé skipaður og eitt enn, það er bara eitt páfi Já, það er bara eitt páfi í einu í Vatíkaninu Já En það er ekki einstar annars þar í heiminum Nei, það er bara eitt páfi í heiminum Þau eru land Vatíkanið er land Já, Vatíkanið er það ekki bara minnsta land í Evrópu eða eitthvað Heiminn bara held ég Já Bara eitthvað sturla og ræður bara páfinn öllu það Ég er að tala eins og ég sé 5 ára og þú sért einhver trúarsinfræðingur Ræður hann öllu hvernig? Já, bara getur hann bara búið til lönd bara er cannabis legalized í Vatíkaninu Sko, ég veit ekki hvort hann ráði einhverju Aha En þetta er alltaf land, þannig að, þú veist, með lögum skal land byggja. Já. Þannig að hann hlýtur að ráða lögunum. Í Vatikaninu? Já. Já, gæti verið. Ég meina, ég ætla að googla bara who is the president of the Vatican? Er ekki páfinn bara í stað fyrir forseta? Jú, örugglega. Who is the president? Who is the president of the Vatican? Ekki hvað við erum að uppljóstra. Nei, það er, maður sjá, the president of the Pontifical Commission for Vatican City. Ég veit ekki alveg já, nei, það er einhver annar en páfinn En byrju, hvað gerir páfinn þá? Hann er bara Æðstistrumpur? Það er basically hann er bara æðstur innan þessa trúarbragðs The Pope Já, ég skildi ekki Ég sé bara ekki hvað hann gerir Hann er næst guði af öllum Skal ég meina? Næst guði, já Þetta er bara eitthvað kjaftaði, skilur. Þetta er bara eitthvað gæi slopp. Aha, er þetta bara eitthvað kókaínkall? Er hann bara þyrlum að... Hefur komið eitthvað skandall með páfana? Alveg pottjett. Úff, ég er endalega til í það. Jú, býtu, ég man daginn að páfinn læka einhverja mynda, einhverja gelli G-strenga eitthvað. Já, alveg rétt. Á Instagram. Akkur er páfinn á Instagram? Hann að rýbranda sig. Má ég sjá... The Vatican Leaks scandal einnig þekkt sem Vatileaks er skandall sem var upphaflega með Vatican documents voru búin að leka sem voru að expósa spillingu og já an internal Vatican investigation has uncovered the blackmailing of homosexual clergy by individual outside the church Svo er Catholic Church sexual abuse cases, það er bara lengst af Wikipedia síðan sem ég séð, sko. Hefur séð ég man ekki alveg hverju heyrði þetta, en eitthvað, ég var að lesa eitthvað, að horfa á eitthvað, og það var náttúrulega nunnur. Já, það voru náttúrulega nunnur. Það voru náttúrulega nunnur, ég hef hitt nunnur. Já. Að það voru svona göng undir kirkju þar sem að voru fullt af bara svona beinagrindum af smábörnum Nei út af, þú veist, nunnurnar hefðu verið að sofa hjá einhverjum og fætt barnið hana niðri og ekki geta gert neitt við og það megi ekki sofa hjá, skilur þannig að Hvar var þetta? Ég veit það ekki Vistu, var þetta á Íslandi? Nei, ekki Íslandi Ok Það eru svona nunnur á Íslandi. Já. Ég fór einu sinni með júlafélaga mínum. Já. Mamma sem er kertagerð. Ok. Og gerir kerti fyrir kirkjur og nunnur og eitthvað. Já. Fórum ég fór með honum bara upp í Hafnarfjörð. Bara hjá Flensborg. Með kerti til
hitt ykkur á nunnur sem að tala svona mjög bjað íslensku. Ok. Eins og hérna svona mormónar og þannig. Býtu, hvað meinarðu? Og allan, það er mjög fyndið, þau eru með svona souvenir shop. Ok. Og voru með eitthvað nammi. Bjóðu manni nammi endalvist, ógeðslega hart, svona konfekt eitthvað. Nam, eitthvað. Og það er allt bara svona, þú veist, þú kemur inn, það er þetta souvenir shop og þú veist, hún er bara bak við eitthvað rimla. Já. Og þú veist, hún tók upp á kertunum, fór bak eitthvað hurð og læsti, skilur, þetta er ógeðslega skrítið, sko. Er þetta bara eitthvað svona klaustur fyrir nunnur? Já. Ég held að sko þeir sé að senda nunnur út allan heiminn til að dreifa boðskapnum út af því að það eru svo fáa nunnur. Já. Það eru bara að deyja út. Hvað gera nunnur? Þetta er svolítið erfitt að selja þetta jobb. Já, já, það er eiginlega enginn í þessu leikur og þú mátt ekki sofa hjá og þú ert bara að chilla með okkur, við erum bara eitthvað að kaupa kerti og... Já, þú getur tekið einhverja vinkonu eina með eitthvað. En líka það, þú veist, eru nunnur bara konur, eða? Já. Það ekki, ég held að... Ég veit ekki, hefur þetta ekki eitthvað að gera með, það þurfa alltaf að vera virgins. Já. Eitthvað svona hreint, eitthvað fyrir guði eða eitthvað. Einmitt, pældi hvað er sick, maður. Pældi hvað þetta er sjúkt og svo er það að senda út allan heim að læra eitthvað tungumál og hvað, ertu svo bara í mjöttinni bara hérna, þú er áhuga hérna Bæklingu. Já, pældi ég að vera það, þú veist, líða það illa og þú bara, já, þetta hljóma bara spennandi, sko. Ég verð bara að segja það, sko, þetta hljóma bara ekkert eðlilega spennandi, sko. Ég er algjörlega búinn að maksa útkennendurna mína heima. Og ég get bara fara í Vatíkanið bara haft það gott, sko. Páfinn er að kallin hann það. Nei, mér finnst þetta farleg pæling, sko. Og líka út á þær eru svo ógeðslega, þær passa sig svo mikið, sko. Og þú veist, og ekki kom ekki við þig og bara eru alveg pure, skilur, og eru greinlega bara hrættar við að það verði ekki pure eða eitthvað, skilur, þú veist, það eru bara læstar inni bara með eitthvað garð og eitthvað shit. Hefur lent í svona mormónum, eða? Mormónum? Nei, ég held ekki, sko. En þú? Já, svo sannarlega, maður. Ég var á þeim brjóðaltinu og var að labba heim til Sindra félagsins. Ok. Ég hafði ekki hugmynd hvað mormóna var hana. Svo er ég að labba í einhver svona undirgöng, skilur, og einhverju svartklæddir 2 gaurar fyrir aftan mig. Creepy. Svo stoppaði eitthvað, halló, þú vinur, eitthvað, og byrja eitthvað, hafa þú heyrt eitthvað, skilur, svona eins og þeir gera út og þeir læra bara íslensku á 2 mánuðum, skilur, og þetta er oftast Amerikanar, skilur, og tala svona mjög einkennilega íslensku, en þú veist, en tala allt rétt, en þeir beygja engin orð. Og svo fóru þeir að tala og ég er allt og meðvirkur bara í öllu, skilur, þannig ég enda bara á einhverju hálftíma spjalli við þá. Geðum símanúmerum mitt. Nei. Og fæ einhverja biblíu frá þeim sem að þeir eru búin að merkja inn hvað ég að lesa. Shit. Og ég var bara, og allana, tek hana með mér eitthvað og fer eitthvað til félagsins og bara sjáðu hvað ég með mér. Bara eitthvað mormónabók eitthvað, og svo kem ég heim og segi pabbi eitthvað en svo fara þeir að ringi mig. Já. Og senda SMS að bjóða mér í kristinfótbolta í Garðabænum. Ok. Það kom í Garðabæin í kristinfótbolta á sunnudum. Endalaust og svo er þeir að ringja í mig og ringi heimasíma minn og eitthvað og dingla heima hjá mér og pabbi bara enda ég var bara ekki búin að svara þeim í svo hálftar og ég gæti ekki sagt nei. Og á endanum þurfti pabbi að gera það fyrir mig bara þegar þeir komið heim til mín og dingluðu, skilur, og hann bara láta okkur í fokki friði, sko. Shit. Svo mann ég að mér leið óþægilega, svo fór ég í strætó einhver stuttu seinna og sá gaurinn og ég var ennþá bara shit, maður, ég að fara að tala við og þú veist afsökunar það var svona dónaskap í mér. Nei, ég hef aldrei lent í mormónum. Það var einu sinni það var einu sinni þegar ég var að flytja inn heima. Já. Þá var ég með félaga mínum sem er smiður og hann var að skipta hurðar heima og við vorum að labba upp og það eru 2 gaurar að labba niður, þá voru ekki búin að vera íbúin á móti og þeir eitthvað, sælipiltar eitthvað, við erum með bók handi ykkur eitthvað til að komast í tengingu við Guð eða eitthvað þannig og félagið minn eitthvað, nei, við erum með bók í svoleiðis og hann eitthvað, hvað er það símaskráin eða? Sagði það? Já, hann var greinilega búinn að, sko, var hann núna svo þreyttur á fólk að segja nei við hann og greinilega bara oft búinn að segja símaskráin. Fucking fyndið, sko. Nei, ég hef aldrei lendið eitthvað harkalega í þessu, sko. En ég líka er bara, þú veist,
sérstaklega eins og ef ég í Budapest eða eitthvað þannig, þú veist, þegar það mikið að liði að áreitamann ég er fucking kaldur, sko. Já, ég sé það. Já. Ég hef séð það. Ég var líka bara að læra nýlega, þú veist, þess að vottar í hófa. Það alveg fullt á þannig á Íslandi. Já. Ég fatt það satt ekki alveg, sko. En ég veit að haldi ekki upp á jól. Já. Haldi ekki upp á ammæli. Og ég veit að fólk sem á bara börn, skilur ung börn. Já. Bara haldi ekki upp á jól. Já. Hvað, veistu, eitthvað pointið með því það? Nei, ég Það eitthvað statement? Ég þekki þetta ekki nógu vel, sko. Þetta náttúrulega bara annað trúarbragð alveg eins og múslimar halda ekki upp á jólin. Nei, en vottar í hófa, það ekki eitthvað kristin tengt? Jú, það eitthvað tengt sama guði, sko. En eins og gyðingar halda ekki upp á jól, af því þeir trúi ekki Jesú. Nei, þeir trúi ekki Jesú. Já, ok. Hvað trúi þeir á? Þeir trúi bara á Guð. Þú veist, þeir eru með Gamla testamentið. En þetta... Sko, ég ætla bara að segja það enn og aftur, ég veit ekki neitt. Nei. Ég bara að segja eitthvað sem ég heyrði í einhverjum, þú veist, bara í How I Met Your Mother fyrir 12 árum, skilur. Já. En halda þær upp á eitthvað? Já, þeir eru sem minn persónulegi sérfræðingur í þessu. Þeir eru með Hanukkah. Já. Sem svona ljósahátíð. Alveg rétt, ég sá það í Friends. The Holiday Armadillo, maður. Nákvæmlega. Sko, já, öll mín kunnátta af einhverjum svona trúarbragð, bara einhver bandaríski sjónstættir, sko. Já. En jú, ég held að megin munurinn liggi þarna á að þeir trú ekki að Jesú Kristur hafi verið svona Guðs. Veistu hvað Hanukkah er á íslensku? Ljósahátíð. Ljósahátíð. Já. Held ég. Já. Það var þýtt þannig í Friends. Já, það var það. Örugglega. Bara texti. Ég veit ekkert hvernig ég veit þetta, sko. Heyrðu. Ég held þetta, já. Hvað erum við núna? Samsæriskenningar. Nice. Ég er með samsæriskenningu fyrir í dag. Ok, hvað er með það? Ég er búin að heyra svolítið upp á síðustu. Frá ótrúlegasta fólki. Mest allt fullorðið. Og þau vilja meina að jólasveinarnir séu ekki til. Ekki til. Bara að þið séu bara ímyndun. Og já. Ha? Já, ég veit það. Og þau vilja meina bara að jólasveinninn sé ekki til og bara að hann hafi aldrei verið til og jólasveinarnir og Grýla og Leppalúði sé bara eitthvað bull. Já. Og þetta alveg búið að bara, þú veist, það búið að tala mikið þetta, sko, í kringum mig. En hérna, ég meina, hvað, þú ert búin að sjá það, þú sást það á Skagaströnd. Já, ég sá það, ég hitti það. Ég sá það líka í Hveragerði. Já. Ég líka bara, þú veist, það fyrsta sem ég sagði, skilur, er bara, ok, hver setur þá dótið í skóinn? Einmitt. Nákvæmlega. Hver er þetta að gera það? Já. Þetta er bara eitthvað bull. Eða þú veist, það er ekki eins og heil brú í þessari samsæriskenningu. Nei. Og ég mitt mann, þegar ég var á Skagaströnd, þá voru að dansa í kringum jólatrí. Ok. Og ég var með einhverjum félögum mínum. Já. Og það var mikil vindur. Og skeggið á einum jólasveinum fór upp. Já. Og það var svona ekki skegg undir. Ok. Heldur svona eitthvað svona skinnið eitthvað. Já. Og númer. Og þá voru vinir mínir eitthvað að segja að þeir væri ekki til og þetta væri fake og eitthvað voru að kóla hann út á það. Og hann sagði þá bara að þú veist að eina sem er fake við okkur er að við erum ekki allir með svona mikið skegg. Já, ég skil. Þannig að, þú veist, það var KO á strákana, sko. Já. En ég bara átta mikið á... Ég man þegar ég var í Hveragerði sem lítill gutti. Já. Við vorum að dansa í kringum jólatrí í skólanum. Og við vorum að dansa í þú veist, öll að haldast í hendur. Það var fyrir COVID. Og svo jólasveitinni sem ég hélt í hendina á. Var þetta fyrir COVID? Þetta var fyrir COVID, já. Þetta er alveg mörg ár síðan. Þetta var alveg vel fyrir COVID. Og þá sem sagt, hérna, er hann svo með naglalakk, jólasveitinn. Ok. Og ég er náttúrulega með minn barnslega haus, skilur hugsa, býtu þetta lítur þá að vera kona. Já. En, og þetta lítur að vera stelpa í 10. bekk, þú veist. Ég hélt það í smá stund. En svo náttúrulega þið lítið tilbaka. Fattar bara að þeir voru woke. Já, að þeir voru bara á undan sinni samtíð. Já. Af því þeir eru náttúrulega búin að vera lifandi miklu lengur en við. Algjörlega. Og þeir átt, þú veist, já, og þeir náttúrulega Grýla og Leppalúði eru mjög svona conservative fólk, skilur, en þau eru samt svona einhvern veginn...
Já. Þau eru samt einhvern veginn svona, þú veist, in with the time, skilur, og ég held þau bara alið það upp í þeim. Einmitt. Að vera ekki að fylgja einhverjum, kynja hlutverkum. Já, þú veist, þeir eru ekki að skilgreina sig, skilur. Það eru við sem skilgreinum það sem jólasveina. Já, meinar. Já. Einmitt. Það eru við sem kalla það, þú veist, þeir kalla sig það ekki. Nei, einmitt, það bara, ég meina stúfur, hurðaskellir. Já. Það getur alveg verið kona að kalla hana. Já. Og finnst það bara ekki skipta neinu máli? Nei, einmitt. Ég veit ekki með það bara aðsnarið. Aronlega var eitthvað mjög sterkur á þessu, sko. Hann alltaf, veit ekki neitt, sko. Nei. Ég meina samsæðiskenningu líka. Ok. Hún reyndar ekki jólatengt, en mér finnst hún samt mjög áhugaverð. Ok. Það sérst eðlufólk. Ok. Og, haha, eðlufólk, eitthvað, fyndið, samt ekki. Mjög alvarlegt. Ég var að horfa á YouTube-vídeó í gær með Joe, félag okkar. Og við vorum að skoða svona conspiracy theories og það sérst eitt af því sérst eðlufólk og hvaðan það kemur. Og mér finnst þetta alveg frekar feit pæling. En það sérst eins og fuglar eru beinir, skilur frá, þú veist, það eru afkomendur risaeðla. Já. Það er staðreynd. Það er staðreynd. Okay. og krókódílar eru eiginlega ekkert búin að breytast bara í milljónir ára. Ok. Í svona 300 ár. Síðan kemur þetta voru. Risaeðla voru. Ok, og það sérst kenning það að það eru ákveðin típa af risaeðlum sem að sérst og pointið sérst að það sem að við erum látin trúa að það hafi allar risaeðlur dáið út þegar loftsteinninn kom. Já. Veistu hvað ég er að tala um? Já. Ok. Hvernig eru þá krókódílar ekkert búin að breytast? Hvernig eru þá fuglar, þú veist, afkomendur risaeðla ef að þær dóu allar? Hvernig gat fæðukeðjan haldið áfram? Ekki fæðukeðjan heldur, þú veist. Það dóu ekki allir sann. Það er nákvæmlega. Er það conspiracy? Nei, já, conspiracy að það dóu ekki allar. Og það var sem sagt ein tegund af risaeðlum sem er eins og í Jurassic Park. Hörðu í Jurassic Park? Já. Ok. Þessar sem eru svona svipastórar og við, skilur sem eru svona eitthvað. Ok. Hvernig er það? Það eru eitthvað. Já. Og þær hafa sem sagt þróast og orðið við, eða skilur eins og mjög svipa við og það var sem sagt myndband sem var að sína svona möguleikan á því hvernig með bara að því að eins og apar skilur þróuðust í okkur hvernig þessar risaeðlur myndu þróast og í dag myndi það líta út eins og svona, þú veist, það eru verið uppréttar eins og við og bara svona líta nokkuð svipað okkur út nema eru náttúrulega bara með eðluskinn og eitthvað. Við þurfum að horfa á þetta vídeo eftir. Ok. Af því að ég var bara eitthvað, að því sko, það gleymist að ég sko, þegar ég var rétt á að ég var hetru, þá var ég orðinn létt steiktur í hausnum. Já. Var stundum, og ég var svona semifarin að trúa þessu. Já. Og ég var að horfa á þetta með Joe í gær, þetta vídeo. Og hann sagði við mig, sko, það sem ég finnst best við þetta að ímynda mér þig heima hjá þér 2016 að trúa þessu bulli. Já, já. Og ég er svona að horfa á Joe og eitthvað, ég er ekkert eitthvað alveg ekki að trúa þessu, sko. Þetta meikar alveg sens, finnst mér. Ég veit ekki neitt, en ég er alveg svona, ok, þú veit, ef að myndi koma í ljós, já, að einhver myndi taka sér bara grímuna og bara eðlufólk, já, ég væri ekkert eitthvað, þú veist, ég væri eitthvað, já, skilurðu, veistu hvað ég meina? Ég er ekki 100% surprised. Ég held að þú var að fara eitthvað allt annað með þetta, sko. Ég held að sé alveg fakta að dóu náttúrulega ekkert allar risaeðlur. Nei, kannski ekki. Ég held að krókódílar og hákarlar og... Já, einmitt. Varstýr. Einmitt. Og kannski þeir sem voru fljúgandi þegar þetta gerist. Já. Já. Ég veit ekki, við erum hljómið með eins og við séum svo heimskir, sko. Ég er frekar heimskur, sko. Við veitum ekkert neitt sem við erum að tala sko. Eðlufólk, já. Já, Úr þessum.
Já. Er þetta ekki T-Rex eða? Nei, þetta svona minna, sko. Já, ég fatt samt hvernig þú ert að tala um. Það svona skoppandi. Já, einmitt. Já, svona eins og antilópur eða eitthvað. Já. Þær hefðu þróast. Getur það að þróast í antilópur eða? Mér finnst skemmtilega að trúa að það þróast í eitthvað eðlilegt fólk. Já. Í eitthvað eðlilegt fólk. Hver heldur að sé eðlilegt fólk þá? Ég gæti, af því þau hafa náttúrulega haft miklu meiri tíma til að, ég held að það hafi verið eðlilegt fólk í gegnum bara ógeðslega lengi og þessu komin miklu lengra en við. Og heldur þið lifi lengur en við það? Já. En hvernig heldur það, en það er oftast þetta sanna þá að, bara eins og sem að Obama sé eðlilegt fólk. Það er myndir á honum bara þegar hann var ungur, lítill. Já, ég held ekki að Obama sé eðlilegt fólk, sko. Ég held ekki endilega að þetta sé... Þú heldur bara manneskjan sem er ekki til myndir af síðan voru lítill sé eðlilegt fólk. Ég held að þú veist, þetta sé meira, þau sé meira lurking in the shadow, skilur, og sé að vinna, þú veist, þetta bara sé eitthvað forrækt fólk, skilur. Bara Sunniva og... Þú veist, ég hef ekki séð barnamyndir af henni. Nei, reyndar. Það er enda góð punktur. Það veit ekki. Þetta var steiktur endir á jólaþættinum. En hvar verður þú jólin? Heyrðu, ég verð bara líklegast heima. Bara 3 eða? Já. Kósí. Kósí? Hvað ætlar þú? Ég verð hjá pappa og kæru hans. Svo, þú veist, oftast, þú veist, svo fer ég bara til mömmu kvöldið og svo fer ég bara heim til mín og spila Call of Duty eða eitthvað. Nice. Ég sé þið í mappinu. Já, maður. Já, maður. Heyrðu, follow okkar á Instagram, @félagsmiðstöðin. Endilega, það var ekki jólugjöf. Og svo endilega rate and subscribe á podcast-appinu. Ekki hika við að senda okkur eða vilja við spjallum um eitthvað. Já, Spotify, YouTube. Like and subscribe. I like. Okay, love you. Love you. Bye. Bye.